En já, velkomin aftur og afsakið þetta, við munum sína hælatið aftur og eftir það sem að mun ekki heyrast í okkur tvöfalt en ég meina við hljómum bara svo vel þannig að þetta hefur bara verið betra. En já, við ætlum þá að fara að hoppa inn í fyrsta mappið og fyrsta mapp á umferð 4 verður Oasis. Umferð 3. Umferð 3, afsakið, umferð 3. En við erum bara að tjekka á liðunum og sjá hvort þau sé ekki klár og síðan ætlum við bara að fara að hoppa inn í fyrsta mapp. Já, við megum búast við mjög sterkum leik frá þessum tveimur liðum þar sem að við miklu má búast, eins og segi, bara frá báðum liðum. Bæði lið hafa verið að spila frekar vel hingað til og ég er ekkert að búast við því að þau muni spila eitthvað verð núna í umferð 3 heldur en í umferð 1 og 2. Og bæði liðin munu alveg pottið setja alveg 110% inn í þennan leik og ná sér inn í nokkur auka stig, eða nokkur stig bara. Spurning hvað liðin munu taka, hvort þau munu fara rush, dive, double shield, spam. Það verður áhugavert að sjá hvaða komps þessi lið hafa verið að spila og hvað þau munu spila. En já, berserkir eru búin að pikka og djöfla líka og við skulum bara fara hérna eldsnögt yfir berserki og á tönkunum þá Guttix á Dífu, Gilligur og Reinhardt og á DPS á Joe Keegan á Hanzo, Siltus á Tracer og í support þá Buxa á Lucio og pappin á Ana. En í tími djöfla Sakila á Sarju, Acadia á Rein, Himmi á Ash, Superbia á Junkrat, Ragnarök á Önu og Narhún á Mercy. Bæði liðin fara bara nokkuð svona stable comp, svona pínu brawl og Acadia einstaklega lágur að næra halda sér lifandi með heal frá Narhún. Heldur svona stuttu eftir það. Gilligur tekur út Superbia en Narhún restar hann snöggu eftir það. Berserkir eru fyrstir til þess að ná punkti á þessu fyrsta mappi í þessari atrinu. En það er kannski gott að taka fram að þetta er control map týpa og þá keppast bæði liðin 1 punkt og þurfa að ná 100% til þess að ná sér inn einu stigi. Og þurfa þá ná að vinna 2 svona map til þess að vinna viðruna. Gilligur nær að chargea Sakila út af mappinu með hjálp frá Buxa. Guttix gera það sama. Mikið að búbum að gerast. Svo sannarlega. En það er mikill kraftur hjá berserkjum að koma einstaklega sterkir inn í þarna bara strax í byrjun og ætla ekki að gefa neitt eftir til djöflana. Þeir eru að klára bara bardagana mjög fljótt. Sem að í þessu gamemóti getur oft reynst ekkert sérlega gott þar sem að þú vilt frekar reyna að ná eins mörgum prósentum þú getur í hverju atriði. Sem Nano hjá djöflum og takur Joe Keegan frekar hratt en hrikalegt sjattur hjá Gilligur. Acadia með charge killið á Gilligur en það breytir litlu þar sem að það kemur team kill. Þau náðu út Joe Keegan alveg nokkuð snögglega en berserkir voru einstaklega fljótir að svara og tóku bara út restina af djöflum eða bara stuttu eftir á. Surruðu bara frekar vel fyrir sig og þeir eru bara að spila þetta mjög vel. Við sjáum að Narhún komin yfir á Lucio meðan að Ragnarök komin yfir á Moira sem að gefur þeim meira rush comp potentialið. Við erum að sjá hérna fullt af últum, Guttix nær 2, Superbia nær 1 með rittæðinu sínu. Við erum alveg að fara eftir overtime. Kemur líka.
Það er bara Ragnarok sem eftir hjá djöflum til að halda sér lifandi en og Kita kemur inn á ból, slípar beint fyrir framar punktinn og Berserkir taka fyrsta punkt bara nokkuð örugglega, þess að fyrsta mappið, eða undir mappið á Oasis. Flott spilað hjá Berserkjum. Vel og góð notkun hjá þeim á búbanum þeirra, að þar sem við sjáum hérna 3 búbs í röð og svo líka þar sem þau ná að halda chokes frekar vel, alveg sama þó þau fóru þarna undir eða þá bara beint í main chokið. Það er bara sama hvað rotation djöflanum voru að taka, þá voru Berserkir eiginlega bara alltaf klárir. Svo sannarlega. Og þessi búbsan í byrjun á fætinu, fyrsta fæt, það hefur örugglega verið alveg gríðilegt svona confident boost hjá Berserkum og gefið þeim svolítið meiri drifkraft. En við sjáum að djöflar eru með aðeins öðruvísi komp núna, þeir eru að spila Ball Sigma sem tankline. Superbia er skipt yfir af Junkratnum yfir á McCree og Ragnarök er á Ana og Narhun á Mercy. Berserkir ákveða bara að halda í svipa komp, eða bara sama kompið. Gilligan er einstaklega lár og andið og er tekin út. Djöflar þá núna 2 buksafellu líka. Það þurfa þá að falla tilbaka og resetta og reyna að koma sér aftur 6 saman. Sildur skýpaður. Gilligan er að fara alltaf einn inn en Himmi er caught off guard en það er að koma sér tilbaka. Gífurleg heppni hjá Himma að lifa þetta af. Þetta er hrikaleg neits á Ragnarok og að anti að Gilligan er alveg hægri vinstri en ekki alveg ná að stíga á það. Guttix með 2 pikk á báða tankarnir hjá djöflum. Fær inn að Nano í leiðinni. Berserkir taka það punkt tilbaka og byrjar að telja upp. Djöflar fengu 33%. Núna reyna djöflar að koma sér saman aftur og gera aðra atlegu á punkt. En við sjáum að Acadia fer í gegnum þá á ból til þess að reyna að trufla þá eitthvað. Risastórt sjattir hjá Giljagur, tekur 5 og það er henni bara clean up hjá Berserkum. Vel spila hjá Berserkjum að fara inn á þetta sjattir hjá Giljagur. Voru líka snaggir inn og með Lucio-bústunni, en hann var samt tekin út með mines hjá Acadia. Við erum alveg örugglega ekki að bera þetta rétt fram, þannig að við byggjumst alveg hrikalega afsökunar. Við byggjumst velvirðingar af því. En það væri fínt að sjá kannski Acadia vera aðeins meira að trufla hann í bakinu, en Guttix tekur 2 aftur, óstaðandi á sarjunni. Ragnarök Pabbi náði stóru neyti í baklænið á djöflum og Guttix notfæri sér á og náði þarna double-killi. Gilligan þarf að passa sér svolítið núna þess að hann ekki með Sarju-pöfluna til handa. Taka hann að nanobústa Sakilu hjá djöflum og hendir Bob í leiðinni. Við sjáum Nano á móti hjá Berserkum. Siltus að poppa off með 2 kill í pálsbám og tekur Superbia í miðju hænunni. Kemur jump shatter frá Giljagur en nær engum. Það var shieldið á hann og Sakila, mjög góður skjöldur hjá honum. En núna er Berserkir alveg að fara að detta, komnir í overtime. Þannig djöflar þurfa þá að fara að gera eitthvað. Acadia gera hann hrikalegt spin maneuver á pointinu. Hann setur út mines, en Giljagur bara hreinsar það að punkti. Það var bara Himmi og Superbia dettur niður í gegnum hóluna. Það er það eingelt að snerta punkt og Berserkir taka fyrsta map 1-0 fyrir Berserkum. En ef það tókuð eftir þessu spin maneuver hjá Acadia þá er þetta þess að hann húkkar undir punktinn og er þá í rauninni að klippa húkkinn í gegnum mappið. En sjáum við hrikalegt play hjá Siltus, nær 2 í pulsbóm og tekur 1 mann úr ulti.
Þetta var heila bara ríkilega vel að spila hjá honum og einstaklega svona happy recall að bara að lenda beint frá aftan hann. Já. Svo sannarlega. En já, þetta var Velja þá hvort fyrir að viku. og berserkir velja hvort að þeir séu að gera árás eða verjast árásinni. Og djöflarnir velja þá næsta map og það er Hybrid, þar sem þú tekur og kappar fyrsta punkt og íts og payload alla leið út af þriðja punkt. Og djöflar velja Numbani. En berserkir ákvaða að fara defend. Það er allur gangur á hvort lið velja defend eða attack. Hjá liðum, það er ekkert svona En já, það er bara allur gangur á hvort að liðið sé að velja attack eða defend. Það er ekkert svona eitt heila sem stendur hjá í þessum leikjum. En já, við erum bara að taka stöðuna á liðunum og síðan verðum við bara að fara að hoppa í map nr. 2, Numbani. Hybrid map. Þá erum við að hoppa inn. Numbani er ekki í miklu uppáhaldi hjá mörgum en ég verð að segja að ég hef afskaplega gaman að spila þetta map. Hybrid mappin eru bara almennt mjög fín, tölvöld betri en 2CP allavega. Ég get ekki beðið. Eru mjög slungin að reyna að spila í kringum. Já, það er bara alltaf annarkvort, þú veist, annarkvort nær það halda fyrsta punkt alveg í overtime og þá nær liðið punktinum. Eða liðið vinnur fyrsta punkt strax og þú nærð að halda seinna punkt í bara 5 mínútur. Það er alltaf annarkvort. Það er eiginlega aldrei neitt millivegur. Já, það er náttúrulega respawn advantage sem að gerir svo ótrúlega mikið á þessum mappi. En margir myndi vilja hafa spawnið hjá defenderum aðeins aftar til þess að það væri rauninni jafnara og sanngjarnara að gera árás. Ég er gríðarlega spenntur fyrir Overwatch 2. Það sem þau eru búin að gætu verið að 2CP detti út alveg. Það væri huge. Það væri áhugavert þar sem að mjög mörgum finnst þetta gífurlega leiðilegt. Mjög mörgum, eiginlega bara flestum. En við skulum sjá hérna uppstillinguna hjá liðunum og byrjum á djöflum. Við sjáum hérna Guttix á Sigma, Giljagur og Reinhardt, Stormur og AS, Siltus og Tracer, Tusia á Mercy og Pappin á Önu. Meðan í djöflum er Sakila á Winston, Akidia á Hammond, Himmi á Genji, Superbia á Echo, Ragnarök er á Önu og Narhun á Mercy. Já, ég ætla að segja berserkir ásakið. Liðin eru bara að svona brawla og reyna að builda upp ultíinn sinn en að fá pikk á báðum hliðum. En berserkir virðast hafa yfirhöndina í þessu fyrsta fight. Composition, við erum að taka hérna Monkey Ball, Genji, Echo, Mercy og Ana. Og gæti það virkar rosalega vel ef þau reyna að hoppa á eins og með Kríin eða Önuna sem er ekki beint rosalega mobile og getur verið rosalega létt að pikka út. Við sjáum að Superbia kom með pikk á Stormur og Sakila tekur út Tusiu. Djöflar konum með 2 kills. Siltus nær Himma. Og hann nær líka Superbia. Þeir þurfa að fara að drepa Kurikan.
En nar hún nær kúrekanum á Mercy. Og Ressa resta svo Superbia. Superbia. Berserkir eiga sjans á að kontesta aftur ef þau ná að gruppa sig upp nú og hratt aftur. En virðast ætla bara að falla back og setja sig upp fyrir payloadið. Sem svo sem allt í lagi líka. Í staðinn fyrir að vera að fara inn og deyja og fýta ultis til djöflana. Akidia skiptir af ból yfir á Reinhardt til þess að reyna að matcha Giljakur. Sjáum hérna Guttix notar Gravital Flux til þess að reyna að starta fight, stoppa djöflana. Sjáum hérna stórt sjattur af Giljakur nær 3. Berserkin eru hægt og rólega að clean uppa djöflana. Var mjög fínn opener. Komnir í spawn hjá djöflum. Mjög fínn opener hjá Berserkinum að nota Gravital Flux til þess að byrja fightið svona og koma að pínu off-guard. En sjáum hérna Hænún hjá Syltus. Djöflar eru fljótur að fela sig bak við veggi og ætla að láta þetta ult verða til einskins. Þeir eru ennþá að bíða. Bæðilegin eru bara svolítið að brála og sjáum hérna Blade, Nanoblade hjá djöflum. Takur Syltus. Og Storm. Bobbin er að passa punktinn fyrir Berserkana meðan þau reyna að resetta og koma sér aftur upp í stöður. Túsja næra að ressa Syltus, en það stoppar djöflana ekki. Og djöflarna halda það ótrauðir áfram í sínu göngu með punktinn á 3. punkt, nei með payloadið á 3. punkt. Guttix komin yfir á Roadhog. Skiptir af Sigmarinn, þetta verður áhugavert play. Huge block hjá Giljakur. Berserkir nota Window. Giljakur hendur í slam og næst að Gilu en charger hann ekki. Verður tekin út. Superbia tekur inn að kopja Reinhardti. En ultið hjá Echo leifir henni að breyta sér í þá hetju sem hún velur og er með aukið ultimate charge rate. Ég man ekki hver prósentan en hún er rosalega há og geta stundum leikmenn vera að kopja Reinhardt og ná 3 sjatturum í einu koppi hjá Echo. Við sjáum hérna graf hjá Sakilu en huge lampi hjá pappanum. Það stoppar ekki djöflana sem þau halda bara ótrá áfram og eru pínu að clean upp á Berserkana núna. Þeir eru búin að snúa við blaðinu. Berserkir eru að stakkara svolítið, þannig að djöflarnir eru bara að halda góðum momentum. Og ná 3. punkt með 3 mínútur og 4 sekúndur eftir. Og henda hérna í Blade fyrir gott measure, eða Nanoblade. Þetta var mjög gott round hjá djöflum eftir að hafa beðið ósigur á Oasis. Þetta var mjög gott attack hjá djöflum. Þeir eru algjörlega búin að girtu sig aðeins niður í brók og eru bara samt sig greiðlega vel núna í seinna mappinu. Og eru að sýna Berserkum að þetta sé ekkert búið eftir þetta fyrsta mapp. Við eigum von á gíðarlega jöfnum leik ef þetta á að halda svona áfram. En við skulum sjá hvernig Berserkum gengur að taka. Kannski verður þetta bara full hold hjá djöflum og taka þá 1 stig og verður þá 1-1. Gæti gæst, en kannski taka Berserkir og pusha alla leið og þá erum við komin í round nummer 3. Er þetta ekki mappið Lucio og Risu?
Discord datt eitthvað út hjá okkur, afsakið þetta. Sjáum hérna Kofi Aromo Lucio kaffihús, held ég, býst ég við. Nú sjáum hérna Berserkir ætla að taka hérna under. En Ragnarok spottar þá og lætur liðið sitt vita og Himmi tekur út Storm. Og strax áður en fightinn byrjar og er það svolítið dýrkeypt fyrir Berserkinn að missa hann svona snemma. Guttix er caught out og er bara tekin út af Sakila. Og Berserkinni þurfa þá að resetta og Siltus fellir líka gríðarlega. Your support has arrived. Thanks. Damage increase. Let me handle it. Let me get you patched up. Það er bara að dæfa þá. Siltus skiptir yfir í vitamöngri til þess að challengea hann Himma á þessari asi á high ground. Og ætla bara að pusha main, ætla bara að fara beint í OP-genið á djöflunum. En Himmi nær honum samt sem áður. Kitty fellur fyrir Giljagaur eftir að hafa verið anti-aður en lappa beint í trap hjá Superbia. Himmi kemur svo með double killið. Við sjáum að Stormur skiptir yfir á Ash til þess að reyna að hjálpa Siltuspínu. Himmi er greinilega að gera stóra hluti fyrir djöflana núna. Já, hann er að halda gríðarlega mikill pressu á Berserkinu og Berserkir þurfa að reyna að flusha út þessu high groundi og reyna að komast svolítið út af því þannig að hann hafi getað high ground power. En Guttix er kominn á Winston til þess að geta dæfað hann. Sjáum hérna Berserkir dæfa inn, eða Guttix dæfar inn. Huge shatter! Risastór! Keitja nær 5 manns og þau bara algjörlega svípa Berserki. Mjög vel spilað hjá djöflum. Himmi hættir ekki. Heldur áfram að pikka út Berserkina hægri vinstri. En Tusha nær ressinu, en Himmi tekur út Tusha. En þeir ná Himma í staðinn með quick jump frá Guttix, taka hennar nanoan, hann hittir ekki jumpinu, lendi beint á pún. Flott anti hjá pappanum. Sem hann er riptægir hjá Superbia, nær engum. Siltus með flott skot á akkurat dekkið. Berserkir virðast ætla að ná pushinu núna með 45 sekundur eftir og taka þá öllum líkitum fyrsta punkt og byrja að pusha payloadinu. Berserkir ná punktinum. En þeir eru með alveg miklu minni tíma heldur en djöflar voru með á sínu attacki. Berserkinir eru að gleyma sér svolítið, eru að gleyma að pusha pointinu. En Siltus nær Senda Ryan. Greinilega komið mikil rivalry þarna á milli þessara tveggja góðu hitscan-playera. Guttix jumpar á Superbia en Giljagaur nær killinu með Firestrike. Tekur hérna shatter frá Katie en er drepið bara stuttið eftir á og Guttix hendur í primal raid til að reyna að íta bakklinn aðeins aftur og trufla þess svolítið en gæti verið tekið nú ef hann drífur sig ekki tilbaka og fær smá support en deyr og Siltus hendur í X-ray. Núna eru Berserkir að bíða eftir ræninu sínum en þeir ná að dímekka Dífi og Dífa deyr. Þeir nota 0,40 metra eftir að punktum, djöfla ná að snerta. Giljagaur með stórt shatter. En Bob lætur sig hverfa og Berserkir ná punktum með 3 mínútur eftir.
Guttix ennþá í baklínunni á djöflunum og að taka nú Timma og hugsanlega Narhun líka. Berserkir að halda mikilli pressu á djöflum núna. Það gríðlega gott swap hjá Guttix að fara hana á Moggi til þess að halda smá press á baklínunni en að overextenda svolítið. Overextenda með því að vera að nota full kitið sitt, bæði búblu og jump til þess að koma sér á baklínu sem eru rosalega hættulegt en Gilligur með hrikalegt charge á Acadia og Siltus með skotið á Superbia. Notar X-ray í leiðinni og Berserkir geta það séð nákvæmlega hvar djöflun eru. Það kemur bóm en það nær pappanum. Stormur og Siltus að þeir taktíma bara djöfla núna með hvert killið á eftir öðrum. Bæði liðin með pick á hvorri hlið en djöflana virðast ætla að ná yfirhöndinu og taka stjórnin aftur, stoppa Berserka í skrefunum sínum og Guttix þarf vel að fara að koma sér út, hann gerir ekki mikið 1-5 á punktinum. Sjáum hann Himmi komið niður á Tracer. En Siltus ressaður af Tusha. Sjáum hann Blade frá Superbia en Sett hjá Giljagur, hittir ekki marga. En Stormur tekur út Superbia meðan hann að bleita með bobbinu sínum. En Himmi búinn að skipta af Ash yfir á Tracer. Berserkirnir að eiga í gríðarlega erfiðum að ná sem seinustu metrum fyrir að komast inn á 3. punkt. Stormur komin yfir á Junkrat og Siltus komin á Kree. Það verður áhugavert að sjá hvernig þeir ætla að notfæra þessa mínútu sem þeir hafa eftir. Eða 40 sekundur. Það koma mines frá Guttix sem að ná Ragnarök en Himmi komin aftur á Ash og tekur út Guttix. Það koma rest frá bráðum liðum. Og Giljagur slípaður. 15 sekundur eftir á klukkunni fyrir Berserkinu, nú það bara svona make it or break it fyrir þau. Sem hann Settir sem að blokka Sekila-búblunni og hendir í Primal Rage í leiðinni. Pappin hendir Nano og Giljagur til þess að halda sér aðeins lengur inn á og þau detta út af punkt. Ná ekki snert á overtime tekur þau. Og djöflar vinna map nr. 2, það þá orðið 1-1 í stöðinni. Það var frekar lucky en gríðarlega góður monkey. Gríðarlega gott ult í þeim. Þetta monkey pick hjá djöflum var mjög gott. Sjáum hann huge Settir hjá Acadia, það bara 5 manns og slappar þeim. En bæði liðið með góð monkey picks þarna. Að opna point bara leið og að koma picking. En núna eiga Berserkir að velja 2CP eða Assaultma. Og þeir velja Volskaya. Og djöflar velja núna hvort þeir vilji byrja því að gera árás eða verjast. Ég nokkuð vissum að það hafi verið valið Volskaya í öllum leikum sem ég hef kastað núna í season 2 á almenna byggunum. Ég ætla bara að vera sammála þér að það hefur verið valið Volskaya í öllum leikum sem ég hef kastað einnig. En djöflar velja að verjast fyrst. Þannig að Berserkir byrja því að gera árás. En já, þetta eru gríðarlega jöfn lið og bæði greinlega með sína kosti og styrkleika og veikleika á þessum map-típum. Og það bara spurning hvort þetta verði svona jafnt út að Control 5. mappi.
Ég Já. er bara að vona það, af því að þetta virðist alltaf að vera mjög jafn og flottur leikur hjá báðum liðum. En já, við erum bara að taka stöðuna á liðunum og síðan erum við bara að fara að hoppa beint inn í Volskaya. Volskaya Industry. Mappið hennar Sariu, ég nokkuð vissum. Það er bara rétt hjá þér. En 2CP eða Saltmap snúast það að liðin eiga að gera árás á 2 punkta sem þau þurfa að taka yfir til þess að klára. Ready for battle. Attackers incoming in 30 seconds. Thanks. Five, four, three, two, one. Við erum bara að biðjast velvirðingar á því og við erum að gera besta úr því sem við höfum. Giljagur er volaður off ásamt Guttix. En Djöflar notfærir sig það að ná að drepa Giljagur en Siltur snær Superbia. Túsa kemur svo inn og ressar Giljagur sem þýðir að berserkir eru einum yfir. Akidia var Berserkir eru að koma gríðarlega sterkir inn og eru að taka djöflana út one by one og eru að koma sér hægt og rólega inn á punkt og það er bara Sakila og Ragnarok sem eru eftir á punktinu til þess að verja hann. En Superbia er að koma inn á megin, ákveður að bakka út, þorir ekki að fara inn. Hefði hugsanlega geta hendi Ice Block og snert punktinu í nokkra sekundur til þess að kaupa smá meiri tíma. Það sem að ef hún hefði ef að Superbia hefði dáið punkt og hefði hann fengið fast respawn og hefði respawnað strax aftur á seinni punkt. En þetta var mjög flott árás hjá berserkjum. Þeir eiga núna 5,5 mínútur til þess að gera árás á seinni punktinn. Sem hann að Riptide frá Storm tekur þetta Katie en Sakila fær nano á Monkey og er svolítið í baklinu en næri ekki að gera nógu mikið. En Narhún nær að ressa Akidia og Himmi nær að drepa Snor. Sem hann að Nanoblade og Graf og bara allan pakkan hjá berserkjum til þess að taka seinni punkt og er að gera það nokkuð örugglega. Ragnarok einn eftir til þess að verja punktinn. Og er það komið eitt tick. Við sjáum hérna Sakila og Katie að komin á punkt með En þeir ná Narhún. Siltus. Og Sakila nær Túsja og Narhún nær að ressa Superbia. Stormur nær að ná pikkin á Superbia eftir að hann er nýressaður og Sakila með doppelkillið. Kemur Shatter frá Giljagur og það nær tveimur en þar sem þeir eru bara 2 eftir að það náðir ekki að notfæra sér það. Hann hefði kannski mátt betur game þetta slammi þetta Shatter til betri tíma þar sem þau eru öll 6 saman en þetta var kannski bara svona heat of the moment ulti hjá honum og hann hélt kannski í vonina að þau væri að fara að ná þessum punkt en það var bara ekki raunin. Við sjáum en að Berserkir fljótur að koma sér aftur saman og eru byrjar að fæta Katia í frontlininni. En Himmi er komin yfir á Föru og Superbia er komin á Kree. Faran er gott pick þegar að það er engin hitscan í hinu liðinu en Siltus tekur hann samt út.
Greinlega svona aerial Genji playerna. Tekur út nærförinni. Ragnarök er með Coalescence sem að drepa Gilligaur og Siltus drepa Superbia. Ragnarök djöflar virðast ætla að ná að halda punkti. Djöflar. En Berserkir að koma greinlega sterkir inn og alveg að ná þessum entry pickum en eru bara ekki að ná restina af liðinu alveg ná hratt áður en djöflarnir byrjar að spána aftur og það að valda þeim svolítið miklu vandræðum. Þannig á 3 stigum á setni punkt. Narhún sýndi Túsja svolítið hver ræður þarna með því að drepa Mercy með Mercy. Þetta er svona dominance. Við sjáum hérna beat hjá Berserkskum til þess að gefa sér aðeins meira líf í þetta entry sem þeir að fara í. Stórt shatter hjá Akidia. Og Gilligaur svarar með öðru slammi og þetta gæti bara verið eitt hjá Berserkskum. Það er bara Narhún og Ragnarök sem eftir, 2 supportar. Ná halda sér lífi nógu lengi fyrir Akidia að koma inn sem ból. Næra snert í smástum, nú þurfa þau bara að taka hann út annars byrja djöfla að respawna allt og rætt aftur. Þau eru komin inn. Við erum núna með Winston, Tracer, Ball og Doomfist á point. Þegar defending liðið byrjar að respawna þá þarf að vera rosalega mikilvægt sér gott target call og ákveða hvernig skal drepa fyrst. Og Ragnarok nær 2, tekur pappan og Guttix. Og hann er með 2 kill í viðbót með 4K. Ragnarok klálega MVP í þessu attacki. Þessu defendi á móti Berserkskum. Það er samt fyndið að segja að hann dó í miðju fætinu. Það var bara, hann hendi út damage orb sem hann náði að drepa þarna 3. Greinlega vel pleysar hjá honum og bara... Mjög vel spilað. Berserkir taka hægrandið og Sakila er caught out. Heimir reynir pólsbám á Gilligaurinn en hann er nógu fljótur að koma skildinum upp. Guttix er einn á punktinum að reyna að gera eitthvað en nær ekki alveg nógu miklu og er tekinn af Narhún. Narhún nær að búbba Túsja út úr ressinu. Og Akidia nær að drepa Gilligaur. 60 seconds remaining. Núna hafa Berserkir 60 sekundur cirka eftir til þess að pusha og ná seinustu prosentunum og er það svona cirka 2 fight ef þeir eru nógu fljót að koma sér saman aftur og koma sér inn. Þetta er mjög áhugavert kompið sem að djöflar eru að runna núna. Það sem að þeir eru bara að spila stólhetjur. 30 seconds remaining. En það er að virka ágætlega hjá þeim. Þetta eru mjög mobility miklar hetjur. Þannig séu hann að Berserkir henda aftur í beat fyrir endrið. Og er alveg að ná 3 pikkum á Superbia, Narhún og Sakila. Og þeir ná punkti með 14 sekundur eftir. Örlítið sín 9 hjá djöflum þar sem voru 3 eftir en fóru því miður öll af til þess að elta kills í backlineinu. Smá klúður en hlutinni gerast. Initiating match. Ready for battle. Ef við skoðum kompi hjá Berserkjum þá er Guttix á Roadhog, Gilligaur á Reinhardt, Stormur er á Junkrat, Siltus er á Ash, Túsja á Mercy og pappin er komin yfir á Baptiste. Áhugaverð breyting. En yfir í djöflum þá sjáum við Sakila á Sariu, Akidia á Reinhardt, Himmi á Reaper, Superbia á Junkrat, Ragnarok á Moiru og Narhún á Lucio. Djöflanir eru með áhugaverð nöfn, svolítið erfið að bera fram en
I digress. Við skulum sjá hversu tilbúnir djöflar eru í það að takka og hvort þeir náu fyrsta punkt. Gefur speed boost frá Narhún, en Superbia deyr. Akiti er tekin út af Tusha. Nei, nær Tusha. Og Narhún nær Guttix. Sildur samt að halda gríðarlega góðu hægrándi og heldur stöðinu sinni og er bara að skjóta á djöflana. En Himmi teleportar upp til þess að reyna að contesta hana litið. Og það er það bara Sildus og pappin sem er eftir til þess að defenda punktin og Himmi tekur út Sildus og það er bara pappin eftir. En fættir fyrir Himma Himmi líka. tekur hann líka. Mér sýnist Berserkir ætla að koma inn fyrir recontest. Rosalega Rosalega stórt stórt hjá kjaftur. Giljagur. En hann er því miður fastur í trapp og nær því miður ekki að hamra djöflana. Djöflarnir eru að spila bara freka vel á þessu röskampi. Sakila fer einn upp á hægrandið. Nei, Akitia. Það henda inn í Coalescence fyrir entryið og ætla að reyna að nota alltaf að halda sér hans lengur en lífi en Sildus tekur út Narhún samt og Himmi tekur út Tusha. Rísastórt ultimate kemur frá Himma. Tekur út 3 og það er bara Sildus einn eftir til þess að defenda punktin og djöflar eru þótt að Berserkir ná að contesta þá eru það saman með 5 mínútur eftir 5 mínútur og 52 sekundur fáði í tímabankan og Berserkir með 1 mínútu. Þetta er svakalegu munur. Score 2-2. Switching sides. Initiating match. Þetta round var mjög einhliða. Djöflar voru bara með yfirhundina allan tíman. Já, þeir voru greiðlega öryggir í þessu attacki og var að gera greiðlega góða hluti og Ready for battle. voru bara að spila rosalega vel saman og voru nota ultið sín greiðlega vel. Svo notuðu Coalescence til þess að initiata fightið sem er mjög gott. Það Moira buildar upp Coalescence bara 1-4-3. Mikið rétt. En ef við skoðum liðina þá, ef við förum í lið Berserkja er Guttix á Sarju, Giljagur á Reinhardt, Stormur er á Hanzo, Sildus á Sim, Tusha á Mercy, pappin á Baptiste, en Stormur skiptir af Hanzo yfir í Tracer. Og yfir í djöflum þá er Sakila, Sarju, Akadia á Reinhardt, Himmi á Reaper, Superbia á Junkrat, Ragnarok á Moiru og Narhún á Mercy. Defend objective A. Og sjáum við hérna að Berserkir eru tilbúnir í þetta attack með alltaf nota hérna Symmetra teleport. Það er að passa sig að skilja engan eftir. Það er Giljagur sem þarf vel að fara síðustu til að setja hérna silda en þau komast öll í gegn. En Himmi tekur út Giljagur strax. Ætla ekki að gefa neina sjansa hérna og teleportar á high ground. Til að taka út pappan og setja pressa á pappan. Ja, pappan. 30 seconds. En Himmi nær pappanum, Akitia er búinn að drepa Tusha. Þannig að Berserkir er ekki með neina supports. Þetta er samt 4v1 núna og Berserkir eru bara gríðarlega sterkir í þessu attacki og ná punktum bara strax með 12 sekundur eftir og fá 30 sekundur til viðbótur til þess að koma sér inn á setjum punkt og byrja að attacka. Berserkir þurfa hreinlega þurfa bara ekki supports greinilega. Þeir eru búin að spila mjög vel þetta push. Þeir ætla ekki að vera lengi að og eru eiginlega bara komin strax inn á punkt, eru með fótonbarriér hjá Symmetri, spurning hvort það hendi í hann og nota hann þá, en Akadia er komið með Shatter, spurning hvort hann hendi í það til að stoppa á hann, þannig kemur á, tekur Guttix, Sakila með 2-pick, 3-pick. Mér sýnir Djöflar að vera búnir að stabilisa svolítið vel á punkti með öll killin. Round 3. Complete.
Það spurning hvort að Siltus hefði þurft að nota barriðan aðeins fyrir til þess að utilize hann betur, en nýta hann betur í þetta attack hjá berserkum. Initiating En svona er þetta stundum. Og djöflanir hafa þá 5 mínútur og 52 sekundur til þess að taka punkt 1 og punkt 2. Og punkt 1 og 1 tikk á punkt 2. Já, og 1 tikk, ekki einu sinni alla þrjá. Og þessi tími sem þeir hafa er meira heldur en tíminn sem þeir byrja með til þess að taka punkt 1 á venjulegri árás. En ef við förum yfir liðin að þá í liði berserkja er Guttix á Sarju, Giljagur er á Reinhardt, Stormur er á Mei, Siltus á Sim, Tusha er á Mercy og Pappin er á Baptiste. Og yfir í djöflum þá er Sakila á Sarju, Acadia á Rein, Himmi á Reaper, Superbia á Junkrat, Ragnarok á Moiru og Narún á Lucio. Það ætla bara að halda í rosalega svipað komp og þau voru að gera. Þau virka rosalega vel fyrir þau og ætla bara að halda í það. attackers incoming. Sem er rosalega sniðugt, bara ef eitthvað gengur gríðarlega vel þá þarf ekki að breyta þeim. Nákvæmlega. If it ain't broke, why fix it? Djöflar fara frekar hratt inn en Superbia er skilin eftir. Það er spurning hvort að það hafi einhver áhrif á djöflana. Og Himmi er tekin út. Við sáum Superbia einn í choke, en hann er drepinn og mér sýnist Katie stakkar sig gríðarlega mikið með því að vera að halda þessum skildi uppi. Hann ætti frekar bara að reyna að builda púlti og deyja. Þannig að respawnir hraðar, en þau hafa ennþá 5 mínútur til þess að taka, það er greiðlega mikill tími. Og þau kannski ekki mjög stressuð yfir tímanum. við sjáum að Superbia skiptir yfir í Echo og Himmi skiptir yfir í Fara. Enemy radar contact. Djöfla gerir það aðra allu til attack og sjáum hérna Shattery hjá Giljagur sem nær Sakila og tekur chargina. En Himmi nær Líka. Siltus. Himmi nær með líka 2K. Það er lítið sem að berserkirinn á að gera við Himma þarna upp í loftinu. Og þeir eru konum með bara gríðarlega gott position til þess að halda. Þeir þurfum ekki að vera mikið að vera að opna sig. Geta bara verið að spamma svolítið í bakið á þeim og meðan restina af djöflum koma inn að framan. Sem Kitty koma er lestum komin á hjá punkt. Ragnarok. Nær Storm. Pappin tekur út Akidia. Það kemur Protonberjar út hjá Siltus. Og berserkir eru konum með 2 picks. Djöflar En eru svo- samt hægt og rólega að vinna sig inn á þennan seinna punkt. En berserkir eru samt ennþá með teleporter á punktinn og geta þá verið nokkuð snögg inn. Mér sýnist berserkir vera að setja sig upp á punkt B núna. Objective A. Við sjáum að Siltus skiptir yfir á Deadly Widowmaker. Siltus ætti að vera með frekar free kills á Superbia og Himma á þessu Widowpicki. En Akidia kemur fyrir aftan þá. Og Himmi er kominn með Mercy Pocketið líka fyrir aftan. Þetta getur verið rosalega erfitt í fend fyrir berserkja þar sem þau eru bara með eitthvað að gera árásaða úr öllum áttum. Að Katie er út um alltaf ból og Superbia og Himmi eru svona pínu að skiptast á að fara hægri og vinstri á förinni á Echoinu. En hérna kemur út Blizzard frá Mei. En það er bara Superbia sem er eftir og hann virðist alltaf komast út með líf sitt. En berserkir ná að halda af í 1 attack að minnstakosti í viðbót og við skulum sjá hérna djöflar eru að koma sér aftur saman og ætla að fara að gera aðra atlögu til attack.
Þetta var mjög vel haldið hjá Berserkjum en núna eru þeir bara með 2 ults meðan að Jugglar eru með 4. 5. Þeir voru að fá Moira-ultið. Nú gerist eitthvað stórt hjá Juglum. Sjáum hérna 2 ultis að minnstu kosti. Þannig að copy hjá Echo og Valk hjá Mercyni. Fyrsta shatterinn hjá Superbio nær 2. Giljagur nær engum með sínu shatteri þar sem að Búglan hjá Sakila nær að blokka shatterið. En killfeedið er allt í litum Juggla. Berserkir eru að rembast við það að reyna að komast inn á punkt. Þau eru nú samt að ná að stapla sér nokkuð vel en það er ekki alveg nóg gott og Jugglar taka þá seinni punkt og vinna map númer 2. Nei, númer 3 ásakið. Þá er það 2-1 fyrir Juglum. Sjöman að play the game hjá Giljagur. Það þarf ekki eins og að vera settur, hann er bara að swinga hamrunum hérna og berja djöflana í spað með þessum risastóra Rheinhammer sem hann er með. Þetta var gríðarlega vel spilað hjá báðum liðum þó að Jugglar hafi verið með yfirhöndina í meirihluta leiks. To see justice done is its own reward. En núna er komið að Berserkjum að velja escort map. En það eru líka leikmannaskipti í liði Berserkja og Buxa kemur inn í staðinn fyrir Tusha. En það eru fleiri skipti í liði Berserkja þar sem að Joe Keegan kemur inn fyrir Guttix. Og Siltus er settur á tank af DPS. En já, nokkuð jafn leikur hjá báðum liðum en náttúrulega bæði liðin hafa sína styrkleiki og veikleika. En það er nú einu sinni föstudagur og það er spurning hvort ég getum ekki fengið eitt gott jó í tjattið fyrir þessari æðislegu deild sem við erum að fá að horfa á og fylgjast með á Órets Ísland. Já. En það er spurning hvort að leikmenn vilji taka sér pásu. En Berserkir velja Dorado sem escort map. Við tökum eldsnögga klósettpásu. Já, við ætlum þá að taka hérna eldsnögga klósettpásu og spurnum hvort við séum með hérna highlight til þess að hendi í ganga á meðan fyrir ykkur að fylgjast með.
Verið velkomin aftur, kæru áhorfendur, og við ætlum þá að halda áfram með leikinn á milli Berserki og Djöfla, en það er vert að bera fram að útlagar versus Hefnd var að klárast rétt í þessu og fór sá leikur 3-0 fyrir Hefnd. Bara fyrir þá sem voru ekki að fylgjast með en voru kannski að spá. En Berserkinir völdu Dorado sem er þá payload type map, escort réttur að sagt, og það er þá að attacking liðið þarf að íta svona lítilli kerru eða payload eða sprengju eða bíl, sama hvað fólk vil kalla alveg út á endan og fá þau þá í rauninni auka tíma fyrir hvert punkt sem þau ná, og það eru 3 í heldina. Dorado, það er map hetjunar hver átti? Sombra. Ég er ekki mikill aðdáandi að Sombru, ef ég var að segja alveg eins og er. Sem Lucio spilari get ég ekki sagt að ég sé mikill aðdáandi heldur. Og líka, ef þú ert að spila Soldier og Sombra hakka þig, þá hættur að geta nota fætina þínar. Eða þú veist, þú bara, ég get ekki hlaupið lengur. Bara eitthvað, hann bara unlearnaði how to run. En við skulum fara hérna... Og sama með Genji, að hann getur ekki lengur klifrað ekki. Já, það er nú aðeins flóknar en að hlaupa samt, myndi ég nú segja. Já, en þegar þú lærir parkour, þá kanntu parkour. En við skulum fara hérna yfir uppstillingunum hjá liðunum, og yfir í djöflum þá er Sakila og Sarju Akitya á Reinhardt, Himmi á komin aftur yfir á Asu, Purbi á komin yfir á Reinhardt, Ragnarok á Ana og Narún á Mercy. En í Berserkjum er Siltus á Sarju, Gillegur á Rein, Stormur á Tracer, Joe Keegan er á Hanzo, Buxa er á Sen og Pappin er á Baptiste. Sem að Berserkir byrja á því að takka og eru bara með mjög venjulegt svona ekki beint rush en bara svona static comp einhvern veginn. Það er ekki alltaf mikið mobility en það er rosalega mikið damage, svona spam heitir það, spam composition. Sem að Stormur á Tracerinn að reyna að gera smá skada á enemy liðið á djöflana og er að koma sér í baklínuna, reyna að trufla á eins og lítil fluga í eyrun á þeim, alltaf að poti þá og trufla á. En Sakila tekur út Buxa einhvern veginn í gegnum alla hina sem eru þarna. En það sem að Buxa deyr, þá er Berserkir ekki lengur með Discord-orb sem þýðir að gera tölvöld mikið minna damage en þeir voru að gera hann áður. Við sjáum hérna Nano hjá djöflum yfir að Akitya, þau taka út Gilligaur og Siltus. Taka rauninni bara út frontline þeirra og þá þurfa Berserkir að bakka. Kom sér aftur bara í stöðu og kom sér aftur saman. En ef við skoðum ultin hjá liðunum að þá eru sitt hvað liðin komin með þau nokkur ult. Djöflar eru komin með 3 meðan að Berserkir eru komin með 5. Það er að detta í 5. Sem Sjatti er hjá Akitya en hann er blokkað af Gilligur en Gilligur hendir í Sjattir á móti og það henda í window og graf í leiðinni, greiða gott kombo og algjörlega bara svípa út djöflana. Einhvern veginn bjöggast bara ekki við því og eru bara tekin út. Sakila og Himmi eru 2 eftir, en það kemur trans hjá Berserkjum. Ég veit ekki alveg hvort það hafi verið intentional. Gæti hafa verið misklikk eða bara svona heat of the moment, maður veit aldrei. En þetta hefði verið gríðarlega gott initiative hjá Akitya ef hann hefði náð að tengja Sjattir við enemy, en Gilligur var fljótur að blokka og hendi Sjattir á móti. Hann bjöggast bara einhvern veginn ekki við því og síðan leiti eitt hlutur öðru og djöfla dói. Counter-Sjattirið var risastórt. En Berserkir notuðu hreinlega bara öll ultin sín í þessu fæti og kemur graf frá djöflum og þeir ná 2. En það samt sko þótt að sé bara töpuk þá veldur það því samt að Berserkir þurfa að bakka og resetta. Það geti ekki verið að pusha 4-6. Sérstaklega ekki með Himma á high groundinu með Mercy Pocket.
sem hann að Stormur reyna að koma sér aftur í backline'i og djöflar vita ekki á honum en hann ákveður að Himmi Kippa heldur tilbaki. áfram að gera gríðarlegan skaða þarna upp á hægrandinu og tekur út buksa. hann er allavega klárlega að vinna vinnunum sína sem DPS en við sjáum hann að pappin ætlar að kontesta Himma hoppar upp á hægrandi en það þarf að bakka niður út af damsinu sem að Himmi dílar hreinlega bara á mikið en Himmi með annað killið. sem henni Himmi hendur út Bob til þess að kontesta pointin en hann er íttur tilbaka og bara að vera nokkar alveg bara allalegin spóni hjá Berserkum sem hann Hammer hjá Keitja og tekur út Buksa og Siltus Vel spilað hjá djöflum. Þeir eru búin að íta að Berserkjum alveg aftur inn á spawn area. Himmi er að nota þetta high ground gríðarlega vel. En Já. við sjáum stórt rotation koma frá Berserkjum og þeir ætla greinilega að taka high groundið af Himma. sjáum henni að graf hjá Berserkum gríðarlega stórt graf en Gilligur er bara tekin í miðju charge inn í það og sjáum henni að Nano yfir að Keitja og hann næri ekki chargeinu á Joe Gigan en tekur rosalega stórt chattir á þá báða Siltus líka Hann tekur út bæði Joe Keegan og Buksa. En það var smá villa hjá okkur á tæknilegri hliðinu, við byrjumst velvirðingar á þessu en við höldum bara ótrauð áfram. Við sjáum að Himmi heldur bara hægrundir ennþá og Superbia kemur til að styrkja hann og bara er að droppa bombs hérna. Risastór settur hjá Gilligur og næs að kýla bara strax en Superbia svara með Riptire en er ekki alveg að finna neitt, finnur Buksa og tekur hann út. Berserkir halda samt sem áður pressunni, þó að þeir sé ekki með Buksa lengur. En djöflar er samt að ná að stabilisa að koma sér aftur inn í hann að fight og vinna bara þótti hafi lent hann undir strætónum pínu. En það bara Himmi er að standa sér bara gríðarlega vel hann upp á hægrundinu og er að valda Berserkum einstaklega mikið vesen. Mikið af vesenni. Það spurning hvort að Berserkir þurfa að skipta eitthvað í line-upinu sinu til þess að díla við þetta high ground og reyna að flesja þið út. Við sjáum að Stormur fer á föru. Ég veit ekki alveg hvernig það pick mun fara. Sem hann að graf og shatter hjá djöflum, það er kannski ekki aðeins og mikið í lagt en þau vinna fightið en eiga þá ekki mikið últum fyrir þetta seinasta fight sem er að fara að byrja. Það er að Berserkir hafa hérna 15 sekundur. Að geta með langt firestrike á pappan og næra honum út. Og það eru 5 sekundur eftir á tímanum og Buksa ætlar að reyna að komast inn en nokkar út og nær bítun inn á punkt. Og sjáum hann að graf hjá Berserkum og Stormur slípar í miður lofti. En að Keitja tekur út 2 shatterar, aðra 2. Þessi maður er óstöðandi en er tekin loksins niður að Gilligur og það er bara Siltus Gilligur eftir á punktnum og falla það báðir stuttu eftir, hendur meina inn bomb fyrir good measure og djöflar ná að stoppa attacki hjá Berserkum. Score 0-1. Switching sides. Initiating match. Gríðarlega góð og öflug vörn hjá djöflum. Ef þeir eru að gefa Himma plássu sem hann þarf og þetta mercy pocket þá er hann einhvern veginn bara algjörlega óstöðandi og Keitja er líka að standa sig gríðarlega vel á frontalinu sem Rein. Svo sannarlega. Bara leið og þeir gáfu Himma allt plássið í heiminum að þá gerðist ekkert hjá liði Berserkja. Ready for battle. Þá skiptast liðin og djöflar fara yfir á attack og Berserkir ákvað að fara í defend. Núna þurfa Berserkir að defenda eins og engin sem morgundagur en annars tapa þeir þessari viðureign og djöflar fá nokkuð stuð í bankan og koma sér kannski upp nokkuð sæti í deildinni.
Þeir skulum hérna kíkja eins á line-upin hjá sikkunum liðum og byrjum á djöflunum og það er Sakila á Sarju, Akiti á Reinhardt, Timmi á AS, Superbia komin yfir á Echo, Ragnarok á Önu og Narún á Mercy. 5, 4, 3, 2. Og yfir í Berserkum þá er Siltus á Sarju, Giljakur á Rein, Stormur á Junkrat, Joe Keegan á Hanzo og Bugsa á Lucio og Pappin á Önu. Þeir ætla bara að halda svolítið því kompi sem þeir hafa verið að spila. Já, það hefur líka bara verið að virka greiðalega vel fyrir það og við erum bara svolítið að vinna með þetta. Þess að Kitty er komin svolítið óverksend og er refsaður gríðarlega fyrir það og er tekin út úr umferð. En sér Himmi er komin á að vera hægrand með Superbia sem styrk. En Himmi með double killið. Hann er tekin út af Stormi. Það spurning hvort að Djöfla reyni að pusha svolítið hart á þetta það sem þeir eru bara 4 og það er langt í respawn eða langt í spawni hjá Berserkjum. Þetta er spawn difference. Stórt nade sem að kemur á Giljakur og Akiti að drepur hann. Og sér að Djöflar er að pusha áfram og reyna að koma sér í baklínu hjá Berserkjum og er svolítið að pressa svolítið mikið á það og byggsa fellu fyrir Sakilu og Pappin Sakila og Akiti eru að taka gríðarlega mikið pláss núna. Ja, þeir vita nákvæmlega hvað þeir eru að vera að gera núna og það er að taka þetta pláss. Og reyna að koma sér eins framalega og hægt án þess að overextenda. Sjáum hérna Shatter sem hittir engan hjá Akiti en hann nanor og antiðar og deyr og Sakila er Shatteruð. Flott nade hjá pappanum sem að stöðvar þessa árás. En sjáum hérna áhugavert graf hjá Siltus hittir engan nema bara hotna á þessum vegg. En Joe Keegan nær hins og Superbia. Og Djöflar eru það búin að regroupa og ætla að gera aðra atlögu til að taka og hafa 4,5 mínútur til þess að komast þessa örfá metrar sem eru eftir. Við sjáum hérna valk hjá Narún. Við sjáum líka að Superbia er komin í bakið á þeim. Kitty fellur, Giljakur er komin með nano. Superbia er frekar low en ætli hann muni ná að lifa af. Ekki alveg nógu gott riftaðir hjá Storm en þau ná samt að taka út frontlæni hjá Djöflum en þá er það bara Sakila einn eftir á punktum en Superbia er ennþá í baklínu og komið eitt graf, sjáum við örugglega annað eftir örskamma stund, sjáum við annað. Þau eru algjörlega fastir í stað á punktum og eru bara teknir út af sprengjunum hjá Echo. Einstaklega sterkur karakter. Endar þetta svona. Og Djöflar taka 4. mapp og vinna 3-1. Gríðarlega vel spilað, hissuðu sig greinilega rækilega upp þessu buksunar eftir fyrsta mappið og sjáum hérna play the game hjá Superbia á Echo. Þetta er pottjætt Sarja kopið, já í baklínunni. Sjáum hérna 1 graf, sjáum hérna annað graf. Tekur svo, mænar, bang bang, allir döðir. Gríðarlega vel spilað. Það að ná 2 grafs. En það eru viðtöl. Við hendum í viðtöl við 2 einstaklinga, annan úr liði Djöfla og hinn úr liði Berserkja. Þannig komum það. En já. Ætlum þá að byrja að fá eitthvað úr Berserkjum í viðtal. Spyrja aðeins hvernig liðsmóróttan er eftir þennan leik og hans að spyrja hvernig æfingarna hafa verið að ganga og hvað þau hafa verið að æfa hvað mest. En sjáum hérna, Giljakur er mættur til okkar í RAF stúdíóðu okkar hérna í Mósvörðunni. Vertu velkominn Giljakur. Þakka þér og góða kvöldið. Góða kvöldi, gleðilegan föstudag. Sömuleiðis. Hvernig eru þið? Við erum bara ógeðslega góð. Það er bara, þú veist, win or lose, bara hafa gaman. Það er bara 1, 2 og 3 hjá okkur.
Klárlega. Og ég meina, þú veist, þetta er bara lærdómur. Þú veist, maður lærir Já. bara af þessu í rauninni. Þú veist. Já, maður, þú veist, ég man við skrimmuðum einhvern tímann við þau fyrir, þá var þetta miklu jafnara þá, sko. Já. En það er náttúrulega greinlegt að þau hafa æft sig rosa vel, en við erum náttúrulega líka búin að vera af okkur, en kannski ekki alveg jafn mikið á þau kannski, en það bara, höldum bara áfram að æfa okkur og svona. Já, algjörlega. Lifum og lærum. Akkurat, síðan náttúrulega erum við komið svo fullt af nýju liði í þetta lið, fullt af frábæru fólki komið og en þá svona læra á þau og svona, við erum bara, við varum hætti 1 síðan í fyrra og við varum bara 6, núna erum við komin upp í 9. Þannig nóg subs, bara allt til alls í rauninni. Já, það er bara, þetta er búið að vera rosa gaman, sko. Það fá að líka kynnast fleira fólki líka, síðan er náttúrulega búið að bætast ógeðslega mikið við nýju liðum inn í þetta. Þá náttúrulega það er maður að kynnast meira fólki sem er bara, það er svona mitt svona point með þetta mót og það er bara að fá að kynnast nýju fólki. Já, algjörlega. Þetta er gríðarlega gott hugarfar til þess að hafa í þessu móti og bara í mótum yfir höfuð. Algjörlega, sko. Ég er bara alveg rosa bara pepp, það er hvað, 4 vikur eftir, ekki? Já. Þú veist, ég er bara, ég er ógeðslega bara pepp í restina af þessu móti, sko. Já, klárlega. Það er akkurat 4 viðureignir eftir. Já. En ég ætla að spyrja þig einu að ef þú myndir að velja einn MVP í óvinarliðinu, hver myndir þú velja og af hverju? Annarkvort, ég man ekki hver var, ekki séð það hérna, nei það er allir farnir. Ég myndi ábyggilega kannski segja Himmi. Já. Hann var alveg svolítið svona leið og þú veist, hann skipti alveg, þú veist, yfir í réttu karakterina í raun og veru réttu momentunum, sko. Og var alveg svolítið svona, hann gat alveg verið bara svona, þú veist, Himmi komin inn á þennan karakter sem mun fokka upp einhver af þessu, sko. Hver var það sem var aftur? Var það Sakila sem var á... Sorry. Nei, hver var Echoing? Ég man ekki. Superbia, já, hann var líka bara, þú veist, mér fannst bara DPS-anir bara báði að vera bara, þú veist, rosa góði, bara skiptu yfir í réttu hetjunar bara á, þú veist, réttu momentunum, sko. Þau voru akkurat að gera sér réttu switch á sem réttu tímum í rauninni til þess að valda ykkur svolítið vandræðum. Já, það var svolítið einmitt það sem var að koma okkur mest í svona vandræði. Það var bara, þú veist, heyrðu, þau eru alltaf bara að koma einhverja Echo og við erum ekki með neitt fyrir Echo, sko. Já, algjörlega. Svo náðu bara að reikna út okkar composition áður við gátum actually gert eitthvað til að taka móti. Já, við sáum á Volskaya að þið tókuð þarna Mei Junkrat, þannig að þeir fóru á Föru og Echo. Já. Og það skipti einhver máli hvort þið drápuðu supportana eða tanklæni, það voru alltaf þeir 2 eftir einhverstaðar upp í lofti sem þið náðu ekki til þeirra. Akkurat, það var nú bara ógeðslega mikið bug að þau sjáðu bara annað, en ég meina þóttum að finnst eitthvað að vera, skilur þú veist, þessi gæjar eru að velja þetta, þú veist, ekkert sem er hægt að gera á móti, þú veist, náttúrulega maður líður svolítið svona, þetta er bug. En maður verður síðan að hugsa bara svona, þú veist, þá bara getur einn okkar skipt yfir, og ef það virkar, þá bara virkar það. Algjörlega. En ég er svo sem ekki með neina svona fleiri spurningar frá mér, er eitthvað sem að eitthvað svona aukalega frá þér, Hraunum? Nei, ég held að ég sé búinn að fá svarið öllu sem ég hef þurft að spyrja. Já. Þá er bara spurning, Giljagur, er eitthvað sem þú vilt segja við múin sem er að fylgjast með? Múin, áhorfendunar. Já, herðu, það er ábyggilega eitthvað. Bara endilega halda áfram að horfa og styðja almenna bikarinn eins mikið og getið og vonandi fyrir þá sem eru að horfa og ekki er að spila leikinn kannski ná að kveikja á hann
á leiknum hjá okkur vegna þess að þessi leikur er fyrir mér bara, þú veist, eitt af mínum uppáhalds all time, sko, leikjum. Klárlega. Og ég hef ekkert haft nema bara góða stundin þennan leik og ég vona bara fyrir þá sem að spila líka og að horfa bara svona endilega halda áfram að njóta og þeir sem ennþá að keppa bara svona bara gangi ykkur vel með restina af mótinu og svona, sko. Shoutout á bara alla sem eru í þessu móti og að taka þátt og náttúrulega kasterar og mótstjórn og allt, sko. Bara allir eru frábærir. Algjörlega, en heyrðu, við viljum bara þakka þér kærlega fyrir leikinn og komuna í viðtalið og bara gangi ykkur sem allra best í uppkomandi leikjum. Heyrðu, takk æðislega fyrir það og bara góða helgi. Góða helgi. Já, takk sem leiðis. Æjó. Æjó. En já, þá ætlum við að fá hérna hann Sakila inn til okkar í viðtal. Vertu velkominn Sakila. Já, takk hérlega fyrir það. Innilega til hamingju með sigurinn. Þetta var gríðarlega vel spilað hjá okkur eftir fyrsta mappið. Það algjörlega bara snúðu við blaðinu og bara algjörlega bara sko bara, já, við stóðu ykkur eins príðalega hægt mætti segja. Já, takk fyrir það. Já, veistu, tölva mín var í svo miklu spennufalli eftir sigurinn og hún ákvað að blúskrinulega leikunum var búinn, þannig að það segir okkur svolítið hversu mikill spenningurinn var, sko. Já, algjörlega. Svo sannlega. Og þið voru líka bara, þú veist, þið bara stóðu ykkur gríðarlega vel. Það bara var gríðarlega skemmtilegt að fylgjast með ykkur og þið voru akkurat að rótita sko kompunum ykkar bara algjörlega fullkomlega, þú veist, á móti kompunum sem þeir voru að gera eins og að fara Echo þegar þau voru með Junkrat og alls konar svoleiðis. Já, takk fyrir það. Við lögjum svolítið upp og ég að gera það og þú veist, þetta var einmitt, þú veist, við töpum fyrsta mappinu og þú veist, það er alltaf erfitt, skilur. Það er alltaf erfitt að byrja á tapi og en við bara, þú veist, maður verður bara hausinn upp og áfram með okkur, sko. Og það gekk, sjálf skiptið. Algjörlega. En svona, er þið að æfa mikið á viku eða þú veist, það að skrimma mikið? Við tökum yfirleitt 1 skrim í viku, reynum stundum að ná inn meira en þú veist, þetta er bara misjafnt hvað menn hafa tíma fyrir. Já. Ég með eina bara mjög mikilvæg spurningu. Hvernig ber maður fram nafnið á hinum tankinum ykkar? Heyrðu, Asetja. Asetja? Þetta er sem sagt, þetta er dauðasynd, þannig að þetta er bara úr latínu. Ég sagði alltaf Aketia eða Aketia. Já, saman hér. Asetja, ok, það voru, þú veist, það var Asetja, svo var Narún. Já, svo erum við með Ragnarok, Himma og Superbia. Já, Superbia. Ég veist ekki hversu oft ég var að segja hvað Ragnarok var að spila og það munaði svo litlu ég sagði Ragnarok út af, þú veist, þetta er bara, þú veist, þegar maður lesi þetta hratt þá sér maður bara Ragnarok, þú veist. Einmitt. Já, ég myndi segja að setja sér svolítið mikilvægt nafn að kunna bera fram að því að hann poppar oft, sko, þannig að eins og hann gerði Imbil og Numbani, hann var antiðaður og drap 5, það er bara... Já, það er, já, en við kunnum það allavega núna. Maður þarf kannski að fara í svona bara kennslu á öllum liðunum og allir koma og segja hvernig maður pronounsar nöfnin. Já, einmitt. Svo sannarlega. En já, þetta var bara gríðarlega vel að spila hjá okkur. Hvern myndir þú tilnefna sem svona MVP í Berserkum? Hver var á svona valdi ykkur mestum vandræðinum? Þetta er gríðarlega hart val milli tveggja verð ég að segja. Það er Siltus, hann er erfiður, það er erfitt að díla við hann. Hann er bara gríðarlega sterkur og svo er það Giljagur, sko, því að þú veist, ef maður er ekki með augun á honum þá er hann bara að lemja allt og alla og það er rosalega erfitt að díla við það, sko. Hann er bara rosalega aggressífur og skemmtilegt að spila við hann en líka mjög erfitt. Já, algjörlega. Ég held að það sem hjálpaði okkur mest á mótunum voru bara junk-trappin þegar hann stóð þar og loksins gátu við drepið hann, sko. Já, það var erfitt að horfa. Hann tók hvað var þetta, 5-man shatter og ætlaði að fara bara sko hlaup í ykkur, að hjóli ykkur réttar sagt, en þá bara búm, það bara, heyrðu, stopp, þú ert í trappu og bara allt shatterið var hann í trappuna. Það var rosalega erfitt að horfa upp á. Já, einmitt. Gríðarlega vel pleysað trapp.
Já, var þetta ekki tactical? Þið vissu allan tíman að hann var að koma í chatterið og bara, já, pleysaði trappið þarna, hann er að koma. Svo bara eitthvað. Já, við erum með mjög svona mikilvæg guidelines þegar kemur að því að place a trap. Það er sem sagt bara literally anywhere. Huge! Allir að taka þetta til sín. Allir áhörnendur, place a trap þar sem þið getið. Helst alls þar. En ég hef svo sem ekki meira frá mér, þetta eiga svo sem ekki að vera neitt löng viðtöl, það er bara svona rétt svo check up svona á tímkaptinum eftir leikina. Er eitthvað frá þér, Hreyrim, sem þú þarft að koma frá þér? Nei, ég er búinn að spyrja öllu því sem að ég vil koma til skila. Já. En þú, Sakila, er þú með eitthvað sem þú vilt að áhörundur viti? Eitthvað sem vilt koma til skila? Einhver shoutouts? Það sem ég vil kannski helst segja er bara taka aðeinslega fyrir vinnuna sem lögði þetta mót af því að þetta er það sem ég hugsa þegar ég vakna og þetta er það sem ég hugsa þegar ég fer að sofa, skilur. Þetta er bara ógeðslega gaman og allir að leggja hart að sér, í mótstjórninni og náttúrulega, þeir kastirarnir og allt þetta dót, þetta er náttúrulega bara mikil vinna og þetta er allt gert í frítíma og bara awesome að fólk sé að nenna þessu og að fólk sé að gera þetta og þetta sé veruleiki, Þetta er bara, ég lifi fyrir þetta, Þetta er ógeðslega gaman, bara takk fyrir okkur. Huge. En já, heyrðu, þá viljum við bara þakka þér kærlega fyrir að koma til okkar í viðtalið og viljum bara óska þínu liði bara sem allra best í uppkomandi leikjum. Algjörlega. Heyrðu, bara takk aðeinslega fyrir mig, þetta var ógeðslega gaman og bara frábært. Já, takk fyrir að koma. Bara góða helgi. Sömuleiðis. En já, heyrðu, þá viljum við þakka fyrir okkur en við erum samt ekki alveg farin. Við viljum bara þakka sérstaklega öllum sem koma nálægt mótstjörnu, öllum í kastinu og sérstaklega honum Big Boy Nag sem er svona the headmaster of everything og svo viljum við líka þakka hérna branding sem er að sjá allt, öll þessi graphical design sem þið eru að sjá á streymunum okkar. Það er hann Vinther sem er að standa sig gríðarlega vel og svo er það Blitzset, Gutst og Sigfusion í highlight videodeildinni sem þið eru alltaf að sjá myndböndin á sem við erum að sýna ykkur. Það eru þessi 3 einstaklingar sem eru að standa sig með prýði að búa til þessi myndbönd. En já, ég heiti Þorsteinn Jón Thorlacius en já, við ætlum að sýna leik vikunar aftur, bara það mun ekki heyrast í okkur tvisvar, það er bara svona heads up. En já, ég heiti Þorsteinn Jón Thorlacius aka Steinurus og ég hlakka kærlega fyrir mig og í kvöld var engin annar en Hreiðar Páll Ársælsson, einnig þekktur sem Hreyrim. Og ég vil þakka kærlega fyrir okkur og kærlega fyrir að koma og fylgjast með þessum leik. Já, góða helgi og við viljum minna á Community Night annað kvöld klukkan 8 eða eftir leikina. Góða helgi.